Þá er komið að því að skoða vísbendingu 1 í áferð Leynisealinu. Fyrsta vísbending byrjar á því að nota baby wool garnið. Ég er að nota sumarpalettuna sem ég lagði til, sem er auðvitað ekkert heilu frekar en eitt annað. En það eru þessir hérna litir og þeir eru allir eftir að mætast á einhverjum stað, einhvern veginn. En uppfitin er gerð sem sagt með baby wool. Og það er til sérstakt vídeo með uppfitinni en ég ætla nú samt að fara í gegnum það bara hér og svo bara koll af kolli eftir því sem fram vindur. Það fyrsta sem við gerum í vísbendingu 1 í Leynisealaprjóninu áferð er að byrja á sjala snúru uppfit eða I-cord sjala uppfit og ég er með hérna lykkjusnúru, ég er með 2 prjónamerki og hérna hringprjónu minn og ég er að byrja með baby wool. Uppfitin byrja þannig að við gerum rennilykkju á garnið, laumum snúrunu inn í hana og herðum að. Og hafa enda á lykkjunni nægilegan sá sé hægt að ganga frá og hafa þetta svona tryggilega langt inn og þannig að þetta detti ekki frá okkur. Ég held prjóninum og held utanum rennilykkjuna með hægri hendinni. Með vinstri held ég utanum snúruna með löngutöng og þumli og vísifingur heldur bandinu. Ég ætla að gera 3 lykkjur með bráðabirgða uppfit. Ég fer undir, sæki bandið, ég fer yfir snúruna, sæki bandið og aftur undir snúruna og sæki bandið. Komnar 3. Þessar 3 ætla ég að halda utanum meðan ég dreg hringprjónin í gegn til þess að fá lykkjurnar yfir á vinstri handarprjónin því þar vil ég að það séu til að geta prjóna snúruna. Það er 1. Prjóna þessar 3 lykkjur, færi þar aftur yfir á vinstri handarprjónin og svo umferð 2 og ég færi tilbaka og umferð 3 færi þær tilbaka umferð 4 og færi tilbaka og umferð 5. Þá eru komnar 5 umferðir af 3 lykkju snúru. Tökum hana og færum núna lykkjunar ekki yfir, heldur höldum þeim á hægri prjónunum og svo snýði þessu hérna þvert og núna ætla ég að taka upp 3 lykkjur af sjálfri snúrunni og ég fer í gegnum báða leggina á snúrunni, sting hér undir, sæki bandið og ég geri 2 og ég geri alls 3 lykkjur og þetta er megin lykkjurnar í sjalinu hérna inni í miðju, þetta er kantsnúran og svo stendur hérna eftir rennilykkjan og bráðabirgða uppfitin. Við ætlum að velta þessu til okkar, hérna fram og til okkar og hér er rennilykkjan, ég ætla bara að renna henni fram af snúrunni, dreg hana henni í gegn þannig að rennilykkjan fer af, tökum bandið sem við vinnum með, færum það yfir á hérna megin nær okkur og svo get ég rennt snúrun upp á prjónin til að færa seinni snúrukantin upp á prjónin. Þetta er í raun uppfutin. Takk fyrir það, prjónasnúra. Þá ætlum við að fara yfir á rönguna og prjóna eina svona uppsetningar umferð frá röngu. Sko þá rugla ekki saman endunum. Hún er gerð þannig að við ætlum að setja núna merki sikkur með við miðlykkjuna og í hverju umferð þá byrjar umferðin alltaf á því að við prjónum I-cordin. Við prjónum snúruna, þessar 3 lykkjur í upphafi umferðar, við prjónum þær í upphafi umferðar
Og frá röngunni engar útaukningar, þannig að við bara förum yfir í meginflötinn og við ætlum að prjóna hérna brugðið frá röngunni og ég prjóna eina lykkju og ég set merki og þegar hérna kemur miðlykkjan, prjóna hana brugðið, hún alltaf brugðin frá röng og slétt frá réttu, aftur merki og þessi á líka að vera brugðin og við endum allar umferðir á því að renna snúrulykkjónum yfir á hægri prjón með bandi fyrir framan eins og þegar prjónað brugðið. Og þá erum við búin að setja upp fyrir fyrsta munstur og héðan í frá er raun prjónað eftir fyrstu teikningu sem að sýnir hálft sjalið, sérst annan helminginn og einn helmingurinn, snúran hérna verður langhliðin og miðjulykkjan kemur upp og þetta verður svona þríhyrningur og á eftir snúrunni og undan síðustu snúru þá er útaukningin gerð með snúinni lykkju eða backward loop en sitt megin við miðlykkjuna þá er tekið upp band úr fyrri umferð og prjónað snúið til hægri eða til vinstri. Svona, fyrstu umferðirnar eru bara sléttar frá réttu og brugnar frá röngu og þegar athugið að á teikningunni eru bara sýndar sléttu umferðirnar en frá röngu eru allar lykkjur prjónað eins og að liggja fyrir. Þannig að við byrjum á því að gera prjóna snúrukantinn. Í hverju umferð þá byrjum við að prjóna snúruna. Hér erum við á réttunni þannig við þurfum að gera eina útaukningu og það er þessi svokallaða backward loop sem er bara snúin lykkja sem er laumað hér upp á, þannig hún er snúin. Og prjónum þessa einu slétta hér og við erum núna að koma að miðlykkjunni, þannig að hér þarf að prjóna snúið til hægri, þá förum við aftan frá, tökum upp bandið og förum hérna megin í það og þá snýr lykkjan til hægri. Færum merkið, prjónum miðlykkjuna, hún er alltaf slétt frá réttu, brugðin frá röngu. Færum merkið og núna förum við aftan í með hægri prjónin og prjónum lykkjuna snúna til vinstri sem lítur svona út og þá liggur bandið hérna til vinstri. Það var þessi eina frá uppfittinni hérna eða frá uppsetningarumferðinni. Prjónum hana og næst er eftir bara snúran þannig að við ætlum að gera eina backward loop eða snúna útaukningarlykkju. Og eins og alltaf að þá endar umferðin á því að taka óprjónaðar snúrukantlykkjurnar með bandi fyrir framan og við snúum. Þannig það er útaukning í báðum köntum og beggja vegna við miðlykkjuna í hverju umferð. Og þá frá röngunni eru allar lykkjur prjónaðar eins og það liggja við. Við byrjum hverja umferð, bæði frá rétt og röngu og því að prjóna ækortinn. Hér á að prjóna þessa umferð, þessa lykkju brugðið, snúnu útaukninguna og 2 og 3 brugnar hér. Hér er miðlykkjan, prjónum hana brugðið, alltaf frá röngunni og færum merkið og hér eru líka 3 lykkjur. Núna var 1 áðan og nú verður orðnar 3 og þessi snúna, hún á að prjónast líka brugðin. Bandi fyrir framan, rennum snúrunni fram af. Umferð 3 er líka bara slétt með eins að þarf að hugsa mér útaukningar. Prjónum snúruna, 1 og 2 og 3. Snúran prjónast í raun alltaf í annarri hverju umferð og það að taka bandið hérna þarna megin frá á röngunni, að það verður til þess að snúran togast og verður að svona rúnnuðum kanti eða verður snúra. Hérna eru 3 lykkjur sem eiga að verða 5. Við snúruna þá fitjum við upp með hérna svona aftur á bak lykkju og prjóna þessar 3 hér og svo tökum við með vinstri
undir aftan frá og prjónum fremri legginn hérna, þannig hún verður snúin til hægri. Færa merkið, miðlykkjan og svo get ég tekið með hægri, fyrir aftur undir með hægri, prjóna snúið til vinstri, 1 og 2 og 3 og þá það snúna bandið hér. Bandið fyrir framann, renna snúrunni og prjónaðri og við prjónum brugðið tilbaka. Byrjum umferð á snúru. Allar lykkjur, bæði gamlar og nýjar, prjónaðar brugðið. 2, 3, nú eru komnar 5, 4 og 5. Miðjulykkjan alltaf brugðin frá röngunni og 5 hér, 1, 2, 3, 4, 5 og taka þessar óprjónaðar og þá ég komin, sjáum til, prjóna snúruna, auka út með snúinni lykkju, prjóna þessar 5, 1, 2, 3, 4, 5, aftan frá með vinstri prjóni, prjóna snúið til hægri, miðlykkjan, auka út snúið til vinstri, 1, 2, 3, 4 og 5, snúin lykkja og óprjónaður I-kord og síðan ætlum við að prjóna brugðið tilbaka. Prjónum snúruna, þessi á brugðin, 2, 3, 4, 5, 6 og 7, færa merki, miðjulykkjan, færa merki, 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 og tökum I-kordin og prjónaðan svona. Umferð 7, þá byrjum við að prjóna snúruna, 1 og 2 og 3 og auka út. Það eini viðbót af þessu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7. Auka út til hægri. Miðlykkjan, auka út til vinstri. Vinstri helmingurinn prjónaður alveg speklaður við það sem sýnt á teikningunni. Útaukning 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 og gerum eina snúna útaukningu og færum lykkjurnar yfir á hægri prjónin. Prjónum brugðið tilbaka, byrjum á I-kordinum hér, 1 og 2. Allar umferðir byrja á I-kord, prjónuðum og svo koma brugðið frá röngunni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 og miðjulykkjan og aftur 9 lykkjur hér, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 og I-kordin yfir band fyrir framann. Þá komið að því að fara að gera útprjón. Færist aðeins 4 leikinn. Við erum stödd þá í umferð 9 og byrjum eins og allar aðrar umferðir á því að prjóna snúruna, gera eina snúna
úteikningu og svo segir teikningin prjóna eina slétt, slá upp á og prjóna 2 sléttar og svo 3 slétt saman. Við byrjum að því að taka eina óprjónaða, förum hérna í hana, prjónum þessar 2 saman og verpum þessari yfir. Þá eru konar 3 saman. Og svo prjónum við 2 slétt, sláum upp á og eina slétta. Þá er útaukning hér til hægri. Prjónum miðlykkjuna, eina útaukningu til vinstri og þá er alveg speglað munstrið á hinni hliðinni og prjónum eina, sláum upp á, prjónum 2, tökum eina framan frá óprjónaða og prjónum þessar 2 saman og þá erum við búin að gera 3 sléttar saman. Prjónum 2 slétt, slá upp á 1 slétt, auka út með snúningi og taka akkordin yfir. Uppslögin eru prjónubrugðin frá röngunni, þannig að við erum hér með 1, 2 og 3 í snúrunni. Svo kemur útaukningarlykkjan brugðin og svo bara allar sem leið liggur prjónaðar brugðið. Hver ein og einasta frá röngunni er brugðin, líka uppslögin. Þau mynda sjálfsögðu gat. Það eru merkið, hérna miðlykkjan og fyrsti útaukning hér, uppslag, brugðið og síðasta útaukningarlykkjan, brugðin og snúran tekin óprjónuð, bandi fyrir framann. Nú er svona farið aðeins að koma mynd á hvernig þetta lítur út. Að uppfitin okkar er hér, þetta verður langhlið, miðjulykkjan liggur hérna upp í miðjunni og sjalið vex hingað út og upp og út hingað líka. Þannig þetta er miðjan á langhliðinni. Umferð 11 í útprjóninu. 1 og 2 og 3 er snúrkantur. Aukum út með snúinni lykkju. Þá á aftur að prjóna eina og slá upp á og svo prjóna 3 sléttar og við gerum aftur 3 sléttar saman, tökum framan frá þessa fyrstu, prjónum næstu slétt saman til hægri, sláum yfir, þannig að hér eru 3 saman og prjónum 1, 2 og 3, sláum upp á og síðustu og þá er eftir að gera útaukningu til hægri, færa merki, miðlykkja, færa útaukning til vinstri og þá var það 1 slétt, slá upp á, 1 og 2 og 3 sléttar og við ætlum að prjóna þessar hérna 3 sléttar saman, tökum fyrstu óprjónaða framan frá, prjónum næstu 2 saman og steypum þessar hérna yfir. 3 sléttar, slá upp á, 1 slétt, snúin útaukning og taka akkordin óprjónaðan yfir. Þá ætlum við að prjóna tilbaka frá röngu, bara akkordin er prjónaður slétt, allt hitt er brugðið, byrjum á einni hérna útaukinni og svo sem leið liggur alla lykkjur brugnar, ekki flókið frá röngunni. Og miðlykkjan alltaf brugðin frá röngunni líka og hér yfir.
brugðið. Soddan og taka ækortinn og prjónaðan yfir. Og þá komið að því sem kannski hvað flóknast í þessu munstri. Þessu fyrsta munstri. Og það að gera þverband yfir nokkrar eða þverliggjandi lykkju. Byrjum á því að gera snúrurnar 3, aukótum 1 og hér ætlum við að prjóna 3 slétt og þá kemur þetta sem merkt með gulu striki og við gerum þetta þannig að miðjan í raun og veru þessir hérna sem eru 3 prjónaðar saman og við teljum hérna 1, 2, 3, 4 miðjan 5, 6, 7. Við ætlum að fara utan þessar 7 lykkjur og búið til þverband. Það ekki hægt að gera það fyrir við erum búin að slá upp á. Þannig við byrjum á því að slá upp á prjónin og svo förum við framan frá yfir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lykkjur framan frá, náum í bandið. Sjá. Svona. Þessi lykkja hér, hún kemur bara hérna með mér og dregst fram fyrir. Og ég prjóna hana með næstu lykkju. Prjónast með henni. 1, 2 og svo koma 3 saman eins og var í umferðunum undan, 3 slétta saman og svo 2 slétt og hérna megin við á líka að koma uppslag og svo 3 slétt og útaukning til hægri og ég fæ tækifæri til að sýna ykkur þetta aftur á seinni helmingnum. Prjónum hér. Þetta sem sagt verður að svona þverbandi. Og við færum hérna merkið. Gerum eina útaukningu til vinstri. Prjónum 3 lykkjur slétt. 1, 2, 3. Og þá erum við hérna með í miðjunni þessar sem var prjónuð 3 saman. Það 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Þetta lendir hérna fyrir framan gatið í næstu umferð undan. Ef maður vill muna það þannig. 7 lykkjur. Slá upp á. Fara hér undir. Fyrir framan. Sækja bandið. Ná í það. Og ég ætla að prjóna það til að láta þessa lykkju hverfa í raun. Þá prjónast hún með fyrstu lykkjunni. Og hún þá úr sögunni. Þá liggur hún bara hér, þvert. Þetta þessi sem slétt, önnur slétt og svo koma 3 sléttar saman þessar. Byrjum á því að taka eina og prjóna það. Prjóna 2 sléttar saman, steypa yfir, eftir standa 2 sléttar. Og eftir þetta hérna knippi, þá þarf aftur að slá upp á og gera 1, 2 og 3 sléttar, auka út og taka lykkjurnar og prjóna þær. Og þetta liggur hérna svolítið skringilega frá röngunni séð, en það leysist þegar við förum að prjóna þetta. Frá röngunni eins og alltaf alla lykkjur prjónaðar brugnar, nema ækortinn í fremst. Hann hér. Tökum hérna útaukningarlykkjuna, prjónum hana, eitthvað dregið til í bandinu mínu hérna og allar brugðið. Hérna ég komin þar sem bandið það eru 5 hérna, 1, 2, 3, 4 og 5. Þær voru 7 sem við prjónuðum í kringum en 3 þeirra voru prjónað saman þannig að það eru 5 eftir. Og þegar við erum komin það hingað, þá bara þess að raun og veru lítið bandið út eins og bara uppslag. Og við prjónum það
brugðið, svona og svo áfram. Og þá liggur ekki lengur bandið hérna yfir, heldur komið hérna á þverveginn og liggur þvert á framaverðinni. Og prjónum miðlukkjuna, færa merkið, 1 og 2 og 3 og 4, hérna kom uppslagið og hér erum við að prjóna knippið sem inni í þverlykkjunni, 2, þessar voru 3 saman, 3 og 4 og 5 og hérna þverbandið og verður að þessu hérna uppslagi sem við prjónum og 1 og 2 og 3 og 1 útaukning minnir mig, já, hér og tökum akkordinn yfir. Þá verður til þetta fallega band hérna að framaverðinni sem að gefur svolítið svona líf í munstrið. Ef þetta ef ykkur finnst ómögulegt, þá má sleppa því að gera þverlykkjuna. Þá bara prjónað munstrið eins og það sést og hort fram hjá gulu strikunum. Þá bara prjóna lykkjurnar eins og þær koma fyrir á kúnni. En ég mæli nú með því að leggja það á sig að gera þverlykkjuna því hún svona kryddar svolítið munstrið. Hér eru við komið sikkora þverlykkjuna og eins og þið sjáið þá alveg spegilmynd sem að myndast hérna. Hægri og vinstri hliðin eru alveg eins að öllu leyti nema því að útaukningarnar sikkora megin við miðjuna eru til hægra megin og til vinstra megin. Ég ætla að sýna hérna hvernig það lítur út ef maður sleppir þverbandinu. Ég er búin að prjóna 12 umferðir, við erum komin í þá 13. Og hún hefst á því þá að gera eins og venjulega snúru lykkjurnar 3 og slá upp á hérna auka út eina snúna lykkju og þá gerum við 3 sléttar, 1, 2, 3 sléttar. Hér hefði átt að koma þverband en við ætlum að sleppa því. Og gera bara uppslagið og prjóna gula flötinn bara eins og hann lítur út, 1 og 2 og 3 sléttar saman og svo 1 og 2. Þetta hér hefði verið þverband en ekki og við sláum upp á og prjónum 1, 2 og 3 og aukum út til vinstri. Og þá kemur miðjulykkjan og svo aukið út, var aukið út til hægri, svo til vinstri og 1 og 2 og 3 sléttar. Hér hefði átt að gera þá þverband en við ætlum ekki að gera það, heldur slá upp á og prjóna bara eins og leiðlíkur, 2 sléttar. Hér koma þessar 3 saman, tökum eina óprjónaða, prjónum hérna 2 saman og steypum þessari yfir og 1 og 2. Þetta flöturinn þar sem þverbandið hefði verið og við sláum upp á og gerum 1, 2 og 3 og aukum út í lokin með snúinni lykkjum og 1, 2 og 3 akkordlykkjur teknar og prjónaðar. Þá lítur þetta bara einfallega þannig út að munstrið heldur áfram. Hér hefði þá verið þverband, ekki. Ástæðan fyrir því að veita að þetta gengur upp að ég hef nokkru sinnum gleymt að setja þverbandið og það kemur bara alveg ágætlega út, lítur það aðeins öðruvís út en ekkert síðra. Þannig að ef að þverbandið að þvælast fyrir ykkur, þá má sleppa því og ég ætla að prjóna þetta stykki áfram og sýna svona hvernig því framvindur inn á milli eftir því sem að græna stykkjunu vindur fram og þá get ég sýnt hvernig það lítur út án þverbanda. En það sérst ekki til 100 í hættunum þá við sleppum því. Þá það umferð 15 og það byrjar eins og áður á því að prjóna akkordinn, 3 lykkjur og svo þarf að auka út með snúinni lykkju eða backward loop og þá það 1 slétt og 2 saman til hægri
í svona og þá koma 4 sléttar, slá upp á og 1 slétt og hún lendir hérna í miðjunni af lykkjónum sem eru undir þverbandinu og slá upp á aftur og þá koma 2 saman til vinstri, tek þær fram af svo það snúi rétt við og prjóna þær 2 saman og þá er 1 slétt eftir og svo er ég hérna upp við miðlykkjuna og þá eiki ég út til hægri með því að taka upp millibandið, prjóna það snúið til hægri. Færi merkið, miðjulykkjan, færi merkið og þá er það útaukning til vinstri og svo endurtökum við vinstrið aftur, 1 slétt, 2 sléttar saman, 4 sléttar og slá upp á, 1 slétt, hún er hérna í miðjunni, slá upp á, 1, 2, 3 og 4, 2 saman til vinstri, 1 slétt og þá er það aftur á bak lykkjan og taka þessar, setja bandi fyrir framan og taka ækortinn óprjónaðan fram af. Og þá verður aftur prjónað brugðið frá röngunni. Umferð 17 er mjög lík umferð 15. Það bara færist aðeins til útprjónið út af því að flöturinn er að stækka. Ækort og 1 útaukning og hér gerum við 2 sléttar áður en við gerum 2 sléttar saman til hægri og þá eru hér næst 3 sléttar og sláum upp á og prjónum 1, 2, 3. Þetta er að víkka út þessi partur hér. Sláum upp á og þá eru 3 sléttar áður en við gerum 2 sléttar til vinstri og þá er eftir 2 sléttar og svo útaukningin við miðlykkjuna til hægri og miðlykkjan prjónuð. Seinni helmingurinn er eins nema byrjum á útaukningu til vinstri. 1 og 2 lykkjur, 2 sléttar saman, 3 sléttar, slegið upp á 1 og 2 og 3 sléttar, slegið upp á 3 sléttar aftur og þá 2 sléttar til vinstri og 2 sléttar út á endan og þá kemur aftur á bak lykkjan og ækortinn tekinn óprjónaður. Og síðan brugðið tilbaka eins og leiðleikur. Umferð 19, þar er appelsínugult þverstrik á teikningunni sem kemur til af því að þar sem þverbandið er alveg upp við jaðarinn, þá er ekki uppslag sikkur megin við, heldur bara hérna megin, bara sem sagt nær miðjunni. Þannig að það er aðeins öðruvísi útfærsla þegar við prjónum. Við byrjum á því að gera snúrukantinn og útaukninguna og því næst prjónum við 1 lykkju slétt og hér höfum við gatið, þið munið það var hægt að telja frá síðasta gatinu en það eru hérna þessar 2 saman, það eru 1, 2, 3, 4, 5, 6 lykkjur sem við ætlum að prjóna yfir. Og í miðjunu, í staðin fyrir að séu 3 sléttar saman, þá eru 2 sléttar saman, aftur að því við erum í jaðrinum. Þannig að þverlykkjan er ekki gerð með því að slá upp á fyrst, heldur einfallega farið beint hingað. Bandið er bara á sínu stað og við förum beint 1, 2, 3, 4, 5, 6 lykkjur í staðin fyrir 7 og sækjum bandið. En eftir sem áður þá prjónum við bandið með fyrstu lykkjunni hér til að festa það. Þá
Þá er það 1 og 2 sléttar, svo eru teknar 2 sléttar saman til hægri og svo prjónaðar 2 og þá kemur eins og í fyrra skiptið slegið upp á og þá prjónum við 5 sléttar hérna í miðjunni, sláum upp á og þá er þetta raun og veru öfugt núna að við ætlum að gera yfir 1, 2, 3, 4, 5, 6 lykkjur og í þetta skiptið er uppslagið hérna megin en ekki hérna megin. Sem sagt í jöðrunum er ekki slegið upp á, heldur nær miðjunni. Þannig núna ætlum við að slá upp á og fara 1, 2, 3, 4, 5, 6 lykkjur og í gatið, þá er 1 eftir hérna að miðjunni. Sækjum lykkjuna, draugum hana fram fyrir og prjónum hana með fyrstu lykkjunni hérna í millibilinu og svo önnur slétt og hér eru 2 sléttar til vinstri saman og svo 2 og hérna kemur ekki uppslag, heldur bara prjóna þessi lykkja hér og aukið út til hægri. Gerum 1 miðlykkjan, 1 yfir næsta helming, útaukningi til vinstri fyrst og við prjónum 1 lykkju og nú ætlum við að fara yfir 1, 2, 3, 4, 5, 6, sækjum bandið, draugum það, prjónum það með næstu lykkju, 1 og 2, hér eru 2 sléttar sem fara til hægri og fer ég framan í þær, prjónum 2, slegið upp á, 1, 2, 3, 4, 5 sléttar og svo snýr þetta aftur öfugt í hinum jaðrinum og þá sláum við upp á, förum yfir 1, 2, 3, 4, 5, 6 lykkjur í gatið hér með uppslagið, sækjum bandið, prjónum það með fyrstu lykkjunni, 1, 2 og svo þetta slip nitt eins og sagt er, 2 sléttar til vinstri, svo eru það 2 sléttar og hér kemur ekki uppslag, heldur prjónum við þessa lykkju hér og svo gerum við útaukninguna og tökum 3 lykkjur og prjónaðar. Það verða þverbönd sem líta út eins og þetta, nema það er bara ekki uppslag hérna megin við og ekki uppslag hérna megin við. Þá erum við búin að gera munstureininguna 1 sinni og 2 svar. Og hérðan í frá þá heldur munstrið áfram í raun og veru að bara breiða úr sér með sama hætti, það koma þessi þverbönd. Hérna verður næsta munstureining, þá eru útaukningar hérna megin en ekkert þverband á þessum kanti. Þverbandi lendir hérna yfir þegar búið er að gera næstu munstureiningu áfram. Og við erum alltaf með 2 speglaða helminga og miðjulykkjuna fyrir miðju. Uppfitin okkar liggur hér og svo vex þetta hérna út til hliðana og stækkar í 2 svona þríhyrningum. Þá er ég komin á umferð 19, þar sem að næsta þverbandarauð ætti að vera og við ætlum hins vegar að sleppa þverbandinu en umferðin byrjar eins og venjulega á því að prjóna snúruna, 3 lykkjur og gera fyrstu útaukninguna sem er snúin lykkja og þá er munstrið þannig að prjónum hérna 1 slétta. Næstu lykkjur eru málaðar appelsínugular í teikningunni en við horfum fram hjá því. Prjónum 1 og 2 og hérna þessar 2 verða prjónaðar saman til hægri og þá koma aftur 2 sléttar og við sláum upp á og gerum 1, 2, 3, 4, 5, sláum upp á, 1 og 2 sléttar,
þessar tvær fara saman til vinstri, tökum þær fram af og prjónum þær saman til vinstri. Og þá koma 1 og 2, þetta væri appelsínugulu kaflinn hérna, sem að við sleppum við að gera þverband utanum og síðasta lykkjan slétt og þá það 1 útaukning til hægri. Færum merki og prjónum miðlykkjuna, færum merkið útaukning til vinstri. Sama hér, fyrsta lykkjan, þetta væru appelsínugulu lykkjurnar, prjónum þær bara án þess að hugsa merkinguna eða gera þverband, 2 saman til hægri, 2 slétt, sláum upp á, 1, 2, 3, 4 og 5 og sláum upp á. Hér eru líka lykkjur sem ætti að vera með undir þverbandi, horfum fram hjá því, prjónum 1 og 2 og næstu 2 eiga að vera saman til vinstri og þá eru 2 hér, hérna væri þverband en það ekki og svo prjónum við bara síðustu lykkjuna sem ekki teiknuð appelsínugul og gerum öfugu úteikninguna og tökum ækortin fram af og þá búið að gera aðra romsu af munstri þar sem ætti að vera þverband en það ekki og þetta að taka á sig mynd, það ekkert að þessu. Ef það væri þverbund þá væri þau hérna að kippa munstrinu aðeins saman en þetta kemur ágætlega út þrátt fyrir það. Þannig ekki hafa áhyggjur ef þið sleppið þverböndunum, það verður fallegt samt. Þá það umferð 21, hún byrjar á því eins og allar aðrar að prjóna ækortin eða snúrukantinn, auka út og hér munstrið þannig að við prjónum 1 slétt, 2 sléttar til hægri og þá kemur 1 slétt slegið upp á, slétt og slegið upp á. Þessi slétta lendir í miðjunni hérna á þverbandinu. Slegið upp á, 1, 2 og 3 og 4. Þá erum við komin inn í miðjuna á nýju munstur einingunni. Hérna eru 3 saman. Tökum 1 fram af, prjónum næstu 2, steypum þessari yfir og svo prjónum við 4, 2, 3 og 4. Komin inn á miðjulykkjuna, slegið upp á, prjóna miðjulykkjuna, slegið upp á, 1 og svo 2 saman til vinstri og síðasta lykkjan slétt. Og hér kemur útaukning við miðlykkju, hún til hægri, fyrst svo miðlykkjan og svo til vinstri og endur tökum sama, 1 slétt, 2 slétt saman til hægri, 1 slétt sláum upp á, 1 sláum upp á, 1, 2, 3, 4. Þá erum við komnar að miðjulykkjunum 3 hérna þessari einingu. Þær eru prjónaðar saman, 3 slétt saman og gerum 1, 2, 3, 4 lykkjur slétt. Þá erum við komin í þessa miðju, sláum upp á, 1 slétt sláum upp á, 1 slétt, 2 sléttar til vinstri og prjónum síðustu lykkjuna slétt. Þá það útaukningin með snúinni lykkju og taka snúruna og prjóna það fram af. Brúðið tilbaka. Umferð 23 byrjar á 3 sléttum og 1 útaukningu með snúinni lykkju og eins og í 21 þá gerum við 1 slétta, 2 sléttar saman til hægri, 1 slétt slegið upp á og nú ætlum við að gera 3 hérna, slá upp á og þá prjónum við 3 sléttar. Það voru mikið 3 sléttar í þessari umferð, 3 sléttar saman, 3 sléttar, slá upp á,
3 sléttar, slá upp á, 1 slétt, 2 saman til vinstri og 1 slétt. Aukum út, miðlykkja, auk út til vinstri, 1 slétt, 2 saman til hægri, 1 slétt, slá upp á, 1 og 2 og 3 sléttar, slá upp á, 1, 2, 3 sléttar, næstu fara 3 sléttar saman, taka fram af, prjóna 2, slétta saman til hægri, steypa yfir, 1, 2 og 3 sléttar, slá upp á, 1, 2, 3 sléttar, slá upp á, 1 slétt, 2 saman til vinstri, 1 slétt og auka út. Og taka snúruna óprjónaða fram af. Og svo brauðið tilbaka frá röngunni. Það var umferð 25 og í henni verður gerð þverlykkja yfir munstureininguna í miðjunni. Við byrjum eins og alltaf á 3 sléttum og 1 útaukningu og það kemur 1 slétt, 2 sléttar til hægri, 1 slétt útaukning og 1, 2, 3, 4, 5. Hér að fæðast næsta munstureining. Sláum upp á og þá á að umlíkja næstu 7 lykkjur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Þær eiga að fara inn í þverlykkju. Og hérna einmitt þetta gat sem við getum notað til viðmiðuna til að finna hvar við stingum. Byrjum á því að slá upp á, framfyrir og sækjum lykkjuna. Tökum fyrstu lykkjuna hér og prjónum þetta saman. Þá erum við 1 hér, 2 og svo næst 3 sléttar saman. Og 2 hérna megin. Endum á því að slá upp á og gerum 1, 2, 3, 4 og 5. Hérna verður líka munstureining. Og þá sláum við upp á 1 slétt, 2 sléttar til vinstri, 1 slétt og svo útaukning til hægri. Færum merki, miðjulykkja færum merki, auka út til vinstri, 1 slétt, 2 sléttar til hægri, 1 slétt, sláum upp á 5, 2, 3, 4, 5 sléttar, sláum upp á, þá erum við komnar að næstu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lykkjum. Gatið hér og lykkjan sem yfir gatinu, hún lendir hinum megin við. Hér eru 7 saman. Förum utan þær, sækjum bandið og við prjónum þessa bandið saman með fyrstu lykkjunni og 2, 3 sléttar saman. Sláum yfir og 2 sléttar, slá upp á, 1, 2, 3, 4, 5, slá upp á 1 slétt, 2 saman til vinstri, 1 slétt, auka út með snúinni lykkju, taka óprjónað fram af. Þá eru komin 3 þverbönd, eða sérst 3 umferðir, 1 umferð, önnur umferð, 3. umferðin. Þannig við erum búin að gera 3 munstureiningar á hæðina og þetta fer að mynda svona svolítið tíglamunstur. Það gæti ruglað einhvern að á teikninguna sjást 5 lykkjur hérna á milli þegar við teljum í raun og veru 7. En ástæðan fyrir því er að við prjónum 2 og svo 3 saman sem breytast á í 1 og svo 2 sléttar. Þannig að þegar umferðin er búin þá erum við sannarlega með 5 lykkjur hérna á milli hérna þess að þverbandi kemur fyrir.
Þannig að hingað erum við komin. Allt sem gerist eftir þetta í munstrinu hefur þegar verið sýnt og ég ætla að koma næst inn þegar ég er búin að prjóna svolítið lengra og sýna hvernig staðan er þá. Núna er ég komin á umferð 43, farin að koma svolítið mynd á munstrið. 1, 2, 3, 4, 5 einingar búnar og ég er komin í þá 7. Og ég ætla að fara í gegnum þessa umferð vegna þess að hún inniheldur bæði appelsínugult strik hérna í kantinum og síðan gul nær miðjunni. Byrjum á því fyrsta sem er snúrukanturinn og útaukningin. Og þá er hérna eins og fyrr ein lykkja og síðan ætlum við að taka næstu 1, 2, 3, 4, 5, 6 og gera þverlykkju. Prjóna hana ásamt fyrstu lykkjunni hérna á milli og 2, og þá eru 2 saman til hægri og 2 sléttar og hér kemur þá uppslag og 1 og 2 og 3 og 4 og 5 og þá er komið að gulri rönd, þessum 7 lykkjum sem að fara inn í þverlykkjuna áður en við breytum þeim í 5 lykkjur. Byrjum að slá upp á, sækja bandið, þvera hérna fyrir framann, prjóna með fyrstu lykkjunni í þessum klasa og 2 og þá eru það þessar 3 ætla að verða að 1 með því að taka eina óprjónaða, prjóna næstu 2 saman til hægri og steypa fyrstu lykkjunni yfir og svo koma 2 sléttar og slegið upp á 1, 2, 3, 4, 5 og hér er komin vísir að næstu munstur einingu og sláum upp á og hér eru 7 lykkjur, það er auðveldast í raun og veru að horfa á þetta gat hér og fara bara fyrir framann það. Þá er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stingum í gegn, förum fram fyrir, prjóna með fyrstu lykkjunni og 2, 3 sléttar saman og svo 2 og hér þurfum við að slá upp á og 1, 2, 3, 4 og 5 og þá erum við aftur komin á kanta sem við ætlum að fara utan 6 lykkjur og hér er uppslátturinn nær miðjunni en ekki nær jaðrinum. Sláum upp á 1, 2, 3, 4, 5, 6, förum í gegn og prjóna þessar 2 saman hér og 2, svo koma 2 sléttar til vinstri, slip, slip, nitt eins og það heitir og svo 2 sléttar, ekki slegið upp á hér, heldur prjónu þessi hérna slétt. Þannig að helmingurinn lítur þá svona út og hér höfum við þverband sem fyrir yfir 6 lykkjur, hérna voru 7 og 7 og aftur 6. Ok. Svo ætla ég að koma inn bara þegar ég er komin út á endan áður en við förum að skipta lit. Og hér kemur smá samanburður á stykkinu án þverbanda. Hérna er mynstrið, hérna væri þverband og hér og hér. En við slepptum þegar í þessari pröfu á móts við hvernig það lítur út svona. Aðeins meira tíglamynstur hér. Þessi verða meira svona eins og hérna stundaglös, ekkert síðra, hvort tveggja mjög fallegt. Það eru 2 ólíkar útgáfur. Jæja, þá er fyrsta hluta lokið og ég er búin að prjóna allt munstur A og það eru 67 lykkjur á hvorum helmingi af frádregnum snúruköntum og miðlykkju. Þetta kemur til með að pressast allt í lokin. En nú er komið að kafla sem heitir millikafli og þar ætlum við að gera
til skiptis garðaprjón og gataprjón. Og garðaprjón náttúrulega bara slétt frá bæði rétt og röngu. Og í þessu millikafla þá bætum við lit 2 sem í þessu tilfelli í sumrinu svona, hvað ég segja, ekki alveg hvítur, off-white, og við ætlum að tengja hann við lit 1, babywoolið. Hér má sleppa aukalitnum. Hann náttúrulega gefur aukna áferð og hreyfingu í prjónlesið. Það má líka skipta yfir í annars konar fylgiþráð, en það verður að vera fylgiþráður á svipuðum grófleika, eins og móheyrið sem sagt leysgrófleika eða svona blúnduverk. Og við ætlum sem sagt að halda lit 1 og 2 saman. Og þetta næstu 2 umferðir eru slétt prjón, bæði frá rétt og röngu. Ég ætla aðeins að sýna eitt lítið trikk með svona fínan þráð eins og móher. Til að spara manni frágang, að þá get ég, þegar ég er búin að gera fyrstu lykkjuna, þá get ég bara dregið bandið hinn endan og sett hann hérna með. Þetta svo þunnt að það tekur enginn eftir því. Og þá er ég bara búin að ganga frá endanum í leiðinni. En við gerum snúruna, útaukningu og síðan bara sem leið liggur slétt prjón alla leið út á enda. Og það er nú bara eins og að horfa á málningu þarna að fylgjast með sléttu prjóni. Þannig að ég tek hér smá hlé og kem inn aftur þegar ég nálgast endan. Þá er ég alveg að verða komin út á enda og sú útaukning sem mér hættir oftast til að gleyma að gera, hún er hérna í lokin, það er þessi snúnalykkja. Svo tökum við ækortinn og prjónaðan fram af og prjónum frá röngunni slétt tilbaka og nota bene útaukningin er líka prjónuð slétt. Og þá kemur aftur sama romsan, slétt prjón eins langt á augað eygir, heim að prjónamerkinu. Í þar verðum við að muna eftir miðjulykkjunni. Þetta er í fyrsta skipti sem reynir á að muna eftir því að miðjulykkjan er alltaf prjónuð brugðin frá röngunni. Hún er alltaf prjónuð slétt frá sléttu og brugðin frá röngu og kemur hérna alltaf þessi eina slétta lykkja. Þannig að þegar við erum að prjóna svona garðaprjón, það sem er slétt frá röngunni, þá þarf að muna að gera miðlykkjuna brugðna. Þá er ég verið að koma inn hérna út á enda og hér er móheyrið tvöfalt af því ég tók endan með til að ganga frá honum í leiðinni. Og við prjónum útaukninguna líka slétt frá röngunni og tökum snúruna fram af. Og hér er sem sagt engin endi til að ganga frá. Og í næstu umferð þá er komið að því að bæta við lit 3, Saga Mini, og í mínu tilfelli þá er það þessi fallega laxableiki litur. Og með honum ætlum við að prjóna eina gataröð eða gatagarð kannski.
tengi bandið og byrja eins og venjulega á snúrunni og útaukningu. Og munstrið hérna megin er það að við tökum 2 sléttar til hægri og sláum upp á 2 sléttar til hægri, slá upp á 2 saman til hægri, sláum upp á, við förum sem sagt framan í þessar 2 hér, þá lendir vinstri lykkjan ofan á og þetta hallar til hægri, sláum upp á, þetta er gert allan þennan helming, þar til ein lykkja stendur eftir fyrir framan miðlykkjuna. Spólum þangað. Nú nálgast miðjan og fluga. Síðustu 2 saman til hægri, slá upp á og prjóna þessa hérna slétt, þessa síðustu. Og svo gerum við útaukninguna til hægri, færum bandið, miðlykkjan slétt, færa merki heitir það víst, og svo útaukning til vinstri. Og núna kemur spegluð umferð og hún byrjar þá þannig að við prjónum eina slétta, svo sláum við upp á og gerum 2 sléttar saman til vinstri. Og það er gert með því, slá upp á, að taka hana eins og þið að prjóna hana slétt fram af, taka fram af og svo prjóna þær saman til vinstri, slá upp á og við erum að taka þær fram af til þess að það er snúið þannig við sem að fara aftan í lykkjuna. Til hægri fyrir við framan í, til vinstri fyrir við aftan í og þá lenda lykkjuna þannig að hægri lykkjan er ofan á og þetta snýr til vinstri, halla til vinstri. Þannig að taka 2 saman, prjóna, slá upp á, taka 2 fram af, prjóna þær saman til vinstri, slá upp á, koll á kolli, út á enda. Þá er þessi hlið að verða búin. 2 saman til vinstri, slá upp á, 2 saman til vinstri, slá upp á, 2 saman til vinstri, slá upp á og í lokin endum við á 2 saman til vinstri. Hin umferðin byrjaði á 2 til hægri, hinn hliðin meina ég, og svo gerum við útaukninguna og tökum þetta óprjónað fram af og leiðin tilbaka. Þá er bara slétt nema miðlykkjan, hún er brugðin frá röngunni eins og alltaf. Slétt yfir hér, sé ykkur þegar það er búið. Það er alveg að vera búin með umferðina tilbaka og hér prjónum við líka útaukningarnar slétt frá röngunni, tökum þetta óprjónað. Þá er komin hérna einn gatagarður eins og ég kalla það. Fyrri umferðin er gataumferð og seinni umferðin slétt tilbaka frá röngunni. Og við ætlum að gera 3 svona gatagarða í viðbót til skiptis með litbrigðunum. Næst gerum við með lit 1 og 2. Og þá lit 3, aftur lit 1 og 2. Þannig að 3 í viðbót og víxlum litbrigðunum. En mér dettur í hug bara að ganni, eitt prjónatrykk hérna sem er sniðugt að gera þegar maður er að gera 2 sléttar til vinstri frá réttunni. Í þessu tilfelli erum við að gera sléttar lykkjur frá röngunni og venjulega þá fer ég yfir og sæki bandið og þá snýr lykkjan rétt við mér á hinni hliðinni. En ef ég vil að hún snúi í raun og veru öfug, þannig ég geti prjóna strax aftan í hana, þá get ég aukið mér leti með því að fara aftan í bandið eða undir það og sækja bandið undir
hérna. Ef ég væri að gera brugna þá væri ég líka að fara bara öfugt með það sem ég gera venjulega. Ég er nefnilega svo löt að ég hef fundið mér alls konar svona letingja trikk til að þurfi ekki að gera flókna hluti eða tímafrekar hluti. Og svo núna ef við kíkjum á réttuna hvernig það lítur út, og þá sjáum við að það snúa allar lykkjurnar þannig að ég get farið bara strax og gert 2 saman. Ég þarf ekki að taka eina fram af. Ég þarf ekki að gera slipp hlutan. Þannig ég getur slegið upp á og bara prjóna beint hérna í gegn og svo beint hérna í gegn. Þannig að ef að þið eins og ég eruð svona nettir prjónaletingjar, þó maður sé svo sem alltaf prjónandi, þá er ég alltaf einhvern veginn að reyna að stytta mér leið og auðvelda mér lífið. Og þá getur maður, þegar maður veit nákvæmlega hvar í munstrinu lykkjan þarf að snúa hinsegin, getur maður einfaldlega að prjóna hana, farið öfugt í bandið hinum megin frá. Þannig að þegar ég lendi á henni á réttunni, þá mun hún snúa þannig að ég prjóna strax aftan í hana. Einhvern myndi segja að þetta væri að gera flókin hlut til að einfalda, kannski er það. En ég á þetta til sérstaklega og líka í útprjóni þegar ég veit hvar 2 sléttar til vinstri koma, að þá prjóna ég lykkjurnar frá röngunni öfugar eða þannig fyrir öðruvísi í bandið. Þetta var svona bónustrykk. Og ég geri þetta sjálfsögðu bara á vinstri helmingnum því að það er þar sem að lykkjurnar þurfa að snúa þannig að það liggi til vinstri. Þannig að leið var ég komin á miðjuna, geri miðlykkjuna brugna sjálfsögðu og þá bara held ég áfram prjóna eins og ég myndi gera venjulega, að því hér vil ég að lykkjan snúi þannig að ég geti prjóna hana strax til hægri. Arpa brella. Sjáum við þetta hérna frá réttunni. Og ég að koma að miðjunni, búin að vera að prjóna bara framan í. Þá liggur, gerum eina slétta. Það var miklu fljótlegra núna að prjóna þessa hlið, slá upp á, 2 saman, slá upp á, 2 saman, slá upp á. Þetta sannarlega fækkar hreyfingunum, ég þarf ekki að gera 3 sinnum hreyfingu í kringum þessar lykkjur, heldur bara eina. Í stað þess að taka eina fram af og prjóna þær svo, ger ég bara beint í gegn. Já, ég gleymdi að minnast á það að hérna í jaðrinum þar sem við erum með litaskipti, þá slítum við aldrei frá. Við látum bandi ferðast með upp og þá getum við þurft að muna að það þarf að vera smá slakki hérna til þess að snúrukanturinn verði ekki of svona stífur. Þannig að þegar við erum að byrja eftir skiptingu að þá er gott að vera svolítið laus hérna með fyrstu lykkjuna til þess að það verði ekki, kiprist ekki hérna. En það er algjör óþarfi að vera að slíta frá og tengja og búa til hérna tilefni til frágangs. Við viljum ekki fjölga endunum meira en nauðsynlegt er. Komin inn á síðustu gataröðina. Þá eru gatagarðarnir búnir í þessum millikafla. Gerðum 1 með litum 1 og 2, lit 3 og 1 og 2. Og þá er komið að því að kveðja í bili band 1 og 2. Slítum það frá og geymum. En við ætlum að halda áfram með Saga Mini. Og hér kemur einföld slétt umferð frá réttu og brugðin frá röngu
áður en við förum yfir í mynstur B. Þannig að við munum að hafa fyrstu lykkjuna svolítið slaka til að snúrukantur verði ekki stífur. Og svo bara það slétt prjón frá réttunni og síðan brögði tilbaka og svo tökum við munstur B sem útprjón. Það var þessi slétta umferð frá réttu og röngu búin og komið að mynstri B og núna eiga að vera og þurfa að vera 79 lykkjur á hvorum helmingi mínus snúruna og miðlykkjuna. Ef það einhver skekkja, þá hægt að rétta það af núna bara til dæmis með því að bæta við að taka burt eina eða tvær lykkjur, en það hefði átt að sjá það í umferðunum á undan eða hefði verið komin einhver skekkja. Myndin á mynstri B, hún kannski svolítið skrítin með gulu striki og bláu striki. Gula strikið, að því núna erum við komið með allar þessar 79 lykkjur, að þá hefði orðið svolítið stór mynd að teikna þær allar. Þannig ég raun og veru teikna það sem þarf af munstrinu og felli út eitthvað slatta. Og gula röndin í raun og veru bara skilin þar sem að þið endurtakið munstur eininguna út umferðina og handan við gula striki sjáum við hvað gerist hérna upp við miðlykkjuna. Þannig að það svona eins og úrfelling í munstrinu. Þar sem þið haldið áfram að gera lykkjurnar innan rauða rammans. Rauði ramminn sýnir grunneiningu munstursins og fyrir neðan bláa strikið þá bara fyrri endurtekning af munstur-einingunni og bláa strikið það sett þarna inn bara vegna þess að það ekki hægt að teikna réttan lykkjufjölda öðruvísi. Þið sjáu það bara þegar þar að kemur að þetta mun standast, en ég varð að gera þetta svona til að ná að leiðrétta lykkjufjöldan. Það pínu flókið að teikna þegar maður að auka út svona 5 lykkjur úr einni og svo framvegis. Grásvæðið þýðir engin lykkja, við horfum fram hjá því og prjónið bara það sem að þá reyti sem eru óskyggðir. Uppsetningin á munstrinu í fyrstu umferð, og þetta ekki náttúrulega rétt umferðarnúmer vegna þess að við erum komið miklu lengra en í umferð 1, svona á heildina litið, en þetta umferð 1 sannarlega í þessu munstri B. Munstrið sýnir útaukninguna og svo koma 3 brugnar lykkjur, 2 og 3. Þá kemur grátt svæði sem þýðir að það engin lykkja þar. Þannig að næst bara slétt og svo kemur annað grátt svæði sem engin lykkja og svo koma 5 brugnar. 1, 2, 3, 4, 5, 1 slétt. Og út að rauðastrikinu eru 2 brugnar og innan rammans, sem sagt þið byrjið aftur á rammanum, þá koma aðrar 3. Það alltaf 5 samtals á milli sléttu lykkjana. Þannig það 1, 2, 3, 4, 5 brugnar, 1 slétt. Og við erum komin núna að gula kaflanum, höldum bara áfram, gerum 5 brugnar, slétt, 1, 2, 3, 4, 5 og 1 slétta, 1, 2, 3, 4 og 5 og 1 og 1, 2, 3, 4 og 5
og 1. Og þannig heldur þessi umferð áfram. Hér er komin 1, 2, 3, 4, 5 brugnar, 1 slétt og 1, 2, 3. Útaukningin, hún er alltaf slétt, alltaf eins til hægri og hún prjónast inn í munstriði bara á bakaleiðinni. Niðurlykkjan og útaukningin og svo er seinni helmingurinn speglaður, byrjar á 3, 1 slétt og svo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5 og 1, koll að kolli út umferðina. Ég er að gera hérna 3, 4 og 5 brugnar, 1 slétta og 1, 2, 3 brugnar, útaukning og taka snúrulykkjurnar óprjónaðar og frá röngunni þá eru lykkjur prjónaðar eins og þær koma fyrir og uppslög þegar það kemur þau prjónast slétt frá röngu. Þannig að þessi umferð er nú bara hreint slétt og brauðið, engin uppslög, en hvað það þýðir að prjóna eins og það kemur fyrir? Það þýðir að lykkja sem að þessi hérna á að verða slétt í munstrinu. Það er sérst brugðin frá réttunni, þannig að við gerum hana slétta og hér koma slétta lykkjur og þá prjóna ég þær sléttar, svo kemur brugðin, prjóna hana brugna, 1, 2, 3, 4, 5 sléttar og 1 brugðin, 1, 2, 3, 4, 5 sléttar, 1 brugðin. Þannig að eins og það koma fyrir þýðir bara eins og orðin hljóða, þessi kemur slétt fyrir, prjóna slétt, þessi kemur brugðin fyrir, prjóna hana brauðið. Endurtaka þetta út á enda. Myndin sýnir bara réttu umferðirnar en á röngunni að þá er prjónað eins og lykkjurnar koma fyrir. Og gjarnan frá röngunni fínt að innlima 9 lykkjurnar í jöðrunum í munstrið og þá getið þið hort hvernig á hún að verða í næstu umferð. Og svarið er nú einfalt, hún á alltaf að verða brugðin frá réttunni því þannig eru allar jaðarlykkjurnar. Þannig að þið prjónið alltaf útaukningarnar sléttar frá röngunni. Umferð 3 er nánast eins og umferð 1 nema það bara hefur bæst við 1 lykkja í jaðarinn og að öðru leyti nákvæmlega eins, 1 slétt og 5 brugnar. Eldum alveg munstrið eins og það er bara hérna 1 slétt, 5 brugnar og það bara bætist við 1 lykkja hér. Þannig að við sjáumst næst í umferð 5 því að frá umferð 4 hún prjónast líka eins og umferð 2 nema það bætist við þessi 1 lykkja á alla kanta. Þá er ég búið með 4 umferðir af munstrinu og þar er í raun bara þessar brugnu 5 og 1 slétt sem eru grunnurinn. Og næst þá gerum við fyrir að draga aðeins til tíðinda í munstrinu. Kantur og útaukning og það eru komnar svo mikið sem 5 brugnar hér á kantinn. 4 og 5.
Þá ætlum við að breyta þessari einu hérna í 5 lykkjur. Og gerum það með því að fara í hana án þess að taka hana fram af prjónunum, sækja bandið, slá upp á, fara aftur og sækja bandið, komna 3, slá upp á 4 og 5 og þá látum við bandið fara fram af. Þetta er endurtekið út umferðina, 5 brugnar, 3, 4, 5 og svo 1, 2, 3, 4, 5 úr einni. Gerum þetta einu sinni enn. Brugðin, 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 slétt, slá upp á, slétt, slá upp á og slétt. Það fjölgar nú ansi hressilega í umferðinni við þetta. En í næstu umferðum frá réttinu þá hefist við handa við að fækka þeim aftur. Nú erum við 5 brugnar, 5 sléttar, 5 brugnar, 5 sléttar. Og svona er þetta endurtekið út á endamuni bara eftir útaukningum og að prjóna miðlykkjuna brugna frá rungunni. Á bakaliðinni þá eru allar þessar hérna 9 prjónaðar brugnar á meðan þessar 5 eru prjónaðar sléttar eins og áður frá rungunni. Séu þegar þessi umferð er búin. Þá er að koma að síðustu útaukningar lykkjunni í þessari umferð. Förum inn í hana, sláum upp á, inn í hana, sláum upp á og inn í hana. Og þá voru 5 eftir út á enda. Og útaukningin góða. Og svo taka þessar 3 óprjónaðar og við snúum. Og frá röngunni, eins og ég sagði áðan, og eins og alltaf þá prjónast lykkjurnar eins og það liggja fyrir. Við prjónum þessa hérna slétta. Það fjölgar alltaf brugnu lykkjunum í jöðrunum. Lykkjurnar sem við jukum út eru brugnar því þær eru sléttar frá réttunni. Og 5. Þá koma þess að sléttarlykkjur, 9 lykkjurnar eru brugnar, sléttar á milli, 9 lykkjurnar brugnar og þannig höldum við áfram alla leið út á enda. Þá er komið að umferð 7 og í henni byrjum við aftur að fækka lykkjunum og prjónunum. Byrjum á henni eilífu snúru og útaukningu og brugnu lykkjurnar voru orðnar 6 hérna í endanum. 2, 3, 4, 5. Já, það eru orðnar 6 en við ætlum að prjóna hérna út frá þessum sléttulykkjum. Þá ætlum við að gera 2 saman til hægri og 2 saman til vinstri hérna í sitthvorum endanum. Þannig við tökum þessar 2 til hægri, prjónum 3 sléttar, 1, 2, 3 og svo tökum við 5. lykkjuna óprjónaða og næstu brugnu og prjónum þær sléttar saman til vinstri. Þannig að það er ennþá 5 sléttar hérna en brugnu lykkjunum fækkar. Þá eru bara 3 brugnar hérna á milli, 2 og 3 og næstu 2 prjónum við sléttar saman til hægri, förum framan í þær, þessi lendir ofan á sléttarlykkjan og 1 og 2 og 3 sléttar og tökum óprjónaða og prjónum saman til vinstri og þá eru þessar 5 hér og 3 á milli. Út á enda svona, sé hvað eftir það. Þá
Þá erum við komin út á síðustu einingu hérna á munstrinu. 1, 2, 3 sléttar, 2 sléttar til vinstri og 1, 2, 3, 4 og 5 brugnar, auka út og taka þessar 3 óprjónaðar. Og eins og sést að þá verða svolítið góð göt hérna, þar sem það var aukið út í 5 lykkjur. Það er partur af munstrinu. Og á bakaleiðinni það prjónast eins og áður allar lykkjur eins og þær liggja fyrir. Jaðarlykkjurnar sléttar, slétt og slétt og hér koma brugnar, 2, 3, 4, 5, 3 sléttar og 5 brugnar. Og kollakolli út umferðina. Það svona að koma mynd á munstrið. Í sambandi við trikkið áðan, við að láta lykkjurnar liggja rétt fyrir, þá eru kannski einhverjir búnir að leggja saman 2 og 2 nú þegar, en ég get hér farið öfugt í þessa síðustu sléttu og líka hérna öfugt í fyrstu brugnu. Og ef ég man að gera það á öllum stöðum, þá mun stykkið liggja. Þá verður auðveldara að gera þessar 2 saman til vinstri á eftir. Svona ef mann ennir að vera nördast í þessu, þá er það venjuleg slétt, farið öfugt í bandið slétt, farið öfugt í bandið brugðin og venjulega hér í þessar 4, venjuleg, öfug og venjulegar. Svona getur maður unnið sér í haginn fyrir munstur umferðnar ef maður nenni því. Umferð 9 er mjög lík umferð 7. Þá fækka bara brugnulykkjónum niður í 1 á milli hérna þessara sléttu flata sem við erum að vinna með. Og gert alveg eins, prjónum brugðið heim að síðustu brugnulykkjunni og þá gerum við aftur 2 sléttar saman, 1 og 2 og 3 venjulegar. Og hér var ég búin að snúa lykkjónum, en ég þarf ekki að taka þær fram af, get stungið beint í þær og prjónaðar sléttar til vinstri. Þá verður bara 1 brugðin, 2 sléttar til hægri, 1, 2, 3 og 2 sléttar til vinstri. Svona vinst þetta aðeins hraðar á þessar hlið ef maður er búinn að prjóna lykkjurnar, fara öfugt í bandið á bakaleiðinni, sléttar til vinstri, brugðin, 2 sléttar til hægri, 1, 2, 3 sléttar og 2 sléttar til vinstri. Á hvort veginn sem er, hvort sem þið hafið snúið lykkjónum eða gerið áfram slip nitt, að þá er þetta sama munstrið út umferð, 1 brugðin á milli og 2 til hægri, 1, 2 og 3 og 2 til vinstri.
þetta fer að verða svona aðeins tekur á sig mynd. Og þegar við erum búið með umferð 9 þá koma í raun og veru 3 umferðir sem eru bara prjónaðar eins og lykkjurnar liggja fyrir. Það er að segja umferð 10 frá röngunni, 11 frá réttunni og 12 frá röngunni aftur. Þá lengist þessi slétti kafli bara óbreyttur. Þannig að í næstu 3 umferðum gerist ekki neitt nema útaukningar til jaðrana, þannig að brugnulykkjunum á köntunum fjölgar. En að öðru leyti þá er bara það að ræða að prjóna allt eins og það liggur fyrir. Þessar 5 brugnu frá röngunni, sléttu frá réttu og 1 á milli. Og þetta gerum við í 3 umferðir frá röngu, frá réttu og aftur frá röngu. Þannig ég sé ykkur næst í umferð 13. Þá var ég búið með þessar 3 umferðir og sem er mikilvægt að það séu virkilega 3 umferðir þar sem er bara prjónaðar þessar sléttu hér ein brugðun á milli, engar útaukningar eða breytingar. Þá eru komnar 7, 3, 4, 5, 6, 7 brugnalykkjur inn í jaðarinn og við höldum af stað í næst síðustu munsturumferðina frá réttunni í þessari munstureiningu sem er umferð 13 og hún byrjar eins og allar aðrar á snúrukanti og útaukningu og við prjónum 7 brugnar, 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7 og þá ætlum við að fara að minnka þennan sléttaflöt en við sláum fyrst upp á þannig að það er ekki raunfækkun á lykkjónum sjálfum. Sláum upp á og gerum núna 2 sléttar til vinstri í þessum kanti. Prjónum 1 venjulega sléttalykkju og seinni síðustu 2 sléttu þær eru prjónaðar saman til hægri og þá er slegið upp á og svo 1 brugðin. Mér finnst best þegar ég er að gera uppslag og svo brugna að bara leyfa spottanum að vera þarna og sækja síðan bandið. Þá kemur sjálfkrafa uppslag hér. Og svo sláum við upp á og gerum 2 sléttar til vinstri, 1 slétta, 2 sléttar til hægri. Sláum upp á og gerum 1 brugna. Hér kemur uppslag og brugðin. Slá upp á, 2 sléttar saman, til vinstri, 1 slétt, 2 sléttar saman til hægri. Og svo slá upp á og 1 brugðin, það lítur svona út. Og slá upp á 2 sléttar til vinstri, 1 slétt, 2 sléttar saman. Þá eru hér verða til göt, sikkur megin við þessar 3 sléttu sem eftir verða. Gat, brugðin, gat og 3 sléttar. Svona út á enda. Og á bakaliðin eru allar lykkjur prjónaðar eins og að liggja fyrir og uppslögin prjónuð slétt frá röngunni. Þannig þau bætast við brugnu lykkjurnar á milli. Og ég ætla að sjá okkur næst í umferð 15. Ég ætla reyndar að kíkja við aðeins á umferð 14 á bakaliðinni. Og þar prjónum við alla lykkjur eins og að koma fyrir.
Aðarlykkjurnar, nýju útaukningarnar eru alltaf sléttar frá röngunni og uppslögin, þau verða líka slétt. Þannig að hér koma þessar 3 brugnur sem eftir standa og uppslag og ein slétt og uppslagi prjóna slétt. Og við erum þá með 3 brugnar og 1, 2, 3 sléttar og þannig er það umferðinu á enda. Nema náttúrulega í köntunum þar sem eru komnar eflaust 8 sléttar frá röngunni. Ok, við erum að nálgast lokin á þessari munstur-einingu. Reyndar eru brugnulykkjarnar í kantinum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 því þeim fjölgar báðum megin með uppslagi og útaukningu. Og þá er það 15. og síðasta umferðin í þessari munstur-einingu og þá er sléttulykkjunum fjölgað úr 3 í 1. Prjónum þessar 9 brugnu hérna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Þá sláum við upp á og prjónum 3 sléttar saman. Tökum eina óprjónaða, prjónum næstu 2 saman til hægri og steypum yfir. Og hér er uppslag sem kemur sjálfkrafa þegar við prjónum brugnulykkjuna. 1 og 2 og 3 brugnar. Sláum upp á. Gerum 3 sléttar saman. Og kemur uppslag hér. 1, 2 og 3 brugnar. Uppslag, tökum óprjónaða, næstu 2 sléttar saman og steypt yfir. Þannig að úr þessu mun verða 1 slétt, 5 brugnar, 1 slétt, 5 brugnar á bakaleiðinni. Og þá, þegar við erum búin að prjóna þá tilbaka, þá er komið að því að endurtaka þennan hérna kafla með smá hliðrun og það er hinum megin við bláa strikið. Bláa strikið er bara í raun eyða sem við þurfum ekki að hugsa um. En 17. umferðin byrjar eftir bláa strikið og það er í raun og veru alveg sama ferli nema hvað þið sjáu það er einni færri brugðunlykkja hérna í kantinum heldur en í þessum hérna hluta. Þá er umferð 15 og 16 búnar og komið að því að prjóna handan við bláa strikin og ég ætla bara aðeins að renna inn í uppsetninguna á þeirri munstur-einingu. Að öðru leyti er þetta nákvæmlega eins á fyrir hlutin. Það er snúrukanturinn, það er útaukningin, síðan koma 2 brugnar. Hérna niðri vorum við með 3 brugnar, núna er það 2. En svo kemur þessi eina slétta og 2, 3, 4 og 5 og 1 og 1, 2, 3, 4 og 5 og 1. Og þetta stendur þannig af sér að brugna miðjulykkjan hérna, hún verður slétta lykkjan í þessum umgangi. Munstrið er búið að hliðrast til hægri til að fylla út í þessar hérna 9 brugnulykkjur. Nú það er 1 og 2 og 3 og 4
og 5 og miðjulykkjan hér, þessi slétta, hún lendir í miðjunni á þessum 5 brugnum. Aftur munstrið er hliðrað og 1 slétt. Þannig að þetta er uppsetningin. Svo bara taka við nákvæmlega sömu umferðir eins og í fyrri endurtekningunni. Þannig að þessi er aðeins hliðruð. Að öðru leyti eru allar umferðir nákvæmlega eins og munið að það hérna í miðbyggið eru 3 umferðir tilbaka, áfram og tilbaka, alveg eins, bara 5 sléttar einbrugðin, 5 sléttar einbrugðin. Og ég nefni þetta vegna sem ég hef sjálf gleymt að gera þessa auka 2 sléttu hérna í miðjunni og það kemur ekki vel út fyrir talninguna. Þannig að nú er bara endurtekið nákvæmlega þessi eining hér, öðru sinni og við heyrumst þegar að það er búið og þá komum við að loka hlutunum í þessum kafla. Nú er ég búin með báðar endurtekningarnar af munstri B, búin að prjóna tilbaka og það eru komnar 111 lykkjur á hvorn helming. Þá hefst lokakafli í þessum hluta og hann byrjar þannig að við bætum við lit 2 áherslulitnum okkar sem eins og þið munið er valfrjáls og hægt að sleppa ef að vill eða nota aðra tegund af garni. En við ætlum að halda þessum 2 saman ef maður fer alveg eftir uppskriftinni og ég ætla að nota sama trikkið og áðan og bæta hérna þessum enda hérna við og halda honum með, prjóna hann inn, snúið hans upp á þetta til að þetta sé allt saman smurt. Í lokakaflanum er svolítið skemmtilegt áferðarfallegt munstur sem byrjar á því að prjóna slétt frá réttunni með náttúrulega jöðrunum á miðju og útaukningum eins og áður og talandi það, þá er hér ein útaukning og svo bara slétt prjón eins og leið liggur yfir þennan helming og miðju og hinn helmingin við þessa hlið. Og ég kem tilbaka þegar að við komum að röngunni þar sem að munsturprjónið fer í rauninni fram. Þá er ég búin að prjóna slétt frá réttunni og þá er komið að munstur útfærslunni frá röngunni og hún er þannig að þegar við erum búin að gera snúrukantinn þá prjónum við, byrjum á 2 sléttum áður en lengra er haldið. Það er þessi útaukningarlykkja og 1 til viðbótar og þá tökum við eina óprjónaða með bandið fyrir aftan og prjónum eina slétt og tökum eina og prjónum eina slétt, tökum eina, prjónum eina slétt, ágætt að strekkja á til hér þannig að þetta verði ekki of þétt. Við erum að búa til þverbönd og tökum eina óprjónað með bandi fyrir aftan, prjónum eina slétt, óprjónuð slétt, óprjónuð slétt og óprjónuð og slétt. Við erum að búa til þverbönd hérna fyrir réttunni og ég kalla þetta munstur þessuna þverbandamunstur, kannski á það eitthvað annað nafn en ekki veit ég. Og svona gengur umferðin á enda heim að fyrsta prjónamerki þar að segja og ágætt að strekkja eins og ég segi hérna megin af og til þess að þverböndin verði ekki of stutt einfaldlega. Ef við erum með allt saman í hnapp þá geta þau orðið svolítið strakt.
En síðasta lykkjan, við höldum þessu áfram að taka eina óprjónaða og eina slétta, eina óprjónaða, eina slétta og það á að ganga upp þannig að fyrir prjónamerkið verði ein slétt eftir sem við prjónum bara slétt og þannig að munstrið verður samhverft, 2 sléttar sitt megin. Og svo auðvitað erum við núna á röngunni. Og prjónum þá miðlykkjuna brugna. Þá nálgast við hérna miðjuna. Og þá var þessi eina slétta eftir, prjónum hana slétt og tökum miðlykkjuna brugna. Svo alltaf færum merkið og við byrjum alveg eins hinum megin. 2 sléttar og eina óprjónuð og slétt og óprjónuð og slétt. Koll á kolli og sú umferð endar, eða sá helmingur endar eins með því að það ein lykkja eftir að snúrukantinum sem við prjónum slétta áður við tökum lykkjurnar 3 og snúrukantinum óprjónaðar. Þessar 2 umferðir mynda þetta lokakafla munstur, þannig jaðar sem við gerum og við ætlum að gera 5 sem sagt svona þverbanda garða. Þannig að það verða 5 sléttar umferðir frá réttunni og 5 þverbanda umferðir frá röngu. Og þverböndin þau lenda á misvíxl út af útvikningunum sem býr til mjög fallegt svona svolítið 6 hyrninga munstur. Sjáumst þegar að það eru komnar fleiri umferðir. Það var ég búin að gera aðra endurtekningu af þessum umferðum A og B og eins og sést að þá lenda þverböndin á misvíxl. Hérna var prjónað, þá var hérna þverband, hérna var þverband, þá var hérna prjónað. Og já, þannig að það er að gæta því að böndin komi svona á misvíxl. Búnar 2 eftir 3 endurtekningar, þannig að verði sem sagt 5 svona rendur. Ég ætla bara að vinda mér í það og koma svo tilbaka þegar ég er búin að því. Þá er fyrsti hluti sjálfsins komin á leiðarenda, eða svo gott sem. Þverbandamunstrið myndar eins og ég segi svona hálfpartinn 6-kanta eða 3-hyrninga munstur þegar maður horfir á það þegar búið að pressa það, ekki síður á bakliðinni. Það sem tekur núna við er að gera snúruaffellingu upp að miðjunni og svo geymum við þennan hérna hluta á snúru þegar það kemur. Áður en að affellingin byrjar hérna upp hérna þessa hérna hlið, þá ætla ég að gera svokallaða beygju, 2 beygjuumferðir til þess að hornið sem er svolítið hvasst, að gefa því svolítið slaka svo það verði ekki brettist ekki upp á hornið. Og beygjuumferðin er í raun og veru bara þannig að við prjónum snúruna án þess að taka nýja lykkju af prjóninum. Prjónum hana bara í lausu lofti. Þetta var beygjuumferð og svo gerum við næst venjulega affellingarumferð og snúruaffellinga er þannig að við prjónum fyrstu 2 lykkjurnar
og síðan tökum við 2 saman til vinstri hér. Þannig að prjónast ein lykkja saman við snúruna og ég ætla að gera aðra beygjuumferð hér á horninu og beygjuumferðin er í lausu lofti. Kemur engin lykkja hérna saman við. Færum lykkjuna tilbaka á vinstri prjónin og svo byrjum við að gera snúruaffellinguna með hefðbundnum hætti sem er þannig að við tökum alltaf með 3. lykkinni, þá tökum við eina af vinstri prjóninum, af affellingakantinum og þetta gerum við sem leið liggur núna 1 og 2 og taka fram af og prjóna slétt saman til vinstri. Gerum nokkrar umferðir í viðbót. 1, 2 og 2 saman til vinstri. Færum þær yfir aftur. 1, 2 og 2 saman til vinstri. Skulum við sjá að þá kemur hérna hornið þessar beygjuumferðir sem sagt þær sjást nú ekki neitt, það sést ekkert að það hafi verið prjónað í lausu lofti hér en það gefur kantinum svolítið svona slakari odd hér. Ef ég hefði ekki gert beygjuumferðirnar þá væri þetta aðeins meira svona kiprað hérna á horninu. Þannig að affellingin hún bara gengur síðan sem leið liggur upp eftir kantinum og við tökum miðlykkjuna með inn í kantinn. Þannig að við gerum allar lykkjurnar 121 hérna í þessum kanti og líka miðlykkjuna. Prjónum hana saman við affellinguna og það sem fer á snúruna verður sem sagt kanturinn hérna megin. 121 pluss hérna snúruaffellingin þeim megin. Þannig að nú er bara að dúlla sér í þessu. Það er tímafrekt að gera snúruaffellingu en hún nýtur sín þegar upp er staðið og það eru snúrur á öllum hliðum hér þannig að þetta er bara til samræmis og hér höfum við móherið með í affellingunni og búin til þennan hérna fallega kant. Jæja, þá er snúruaffellingin hjá mér alveg að verða búin. Þessar 120 og eitthvað smáræði af lykkjum. Já, eftir hérna eitthvað smá og þar með er ég alveg verða búin með þennan hluta. Þetta eru síðustu hérna af langhliðinni eða stutthliðinni. Skulum sjá. Síðasta útaukningarlykkjan hérna frá því síðustu umferð og ætla líka að taka fjarlæga þetta prjónumerki og taka þessa miðlykkju inn í akkordin og þá er hann búinn og við fjarlægum líka þetta prjónumerki. Þessar hérna 3 lykkjur, þá getum við slitið frá þessi 2 bönd og þrætt þessar 3 lykkjur hér upp á opnanlegt prjónamerki eða litla nælu og þar ætlum við að geyma þetta í svolítinn tíma og við ætlum að þræða hinn helminginn
af sjálfhlutanum, skella honum á geymslusnúru. Það má náttúrulega vera spotti eða band af hreindprjóni snúra eða annar prjón. En þegar maður hefur prófað þessar geymslusnúrur þá er eiginlega ekki aftur snúið. Og það er fínt að gera einhvers konar svona frekar stóran hnút á endan svo þetta renni ekki fram af. Svona smá fyrirferðarmikinn. Áður en ég bind hérna megin þá ætla ég að skella þessum ægkorti hérna megin líka á nælu. Hann þarf að vera það þegar fram líður. Sjá. Það er þessar hérna 3 lykkjur. Og bind hérna líka hnút. Svona af grófari gerðinni svo að þetta geti ekki lauma sér fram af. Sé svona. Tilbúið. Og þá er fyrsti hlutin svona. 3 litir í þessum hluta. Litur 1, 2 og 3. Munstur A, munstur B og millimunstur og lokakafli. Og önnur skamhliðin á þessum þríhyrningi er geymd á lykkjusnúru og við erum með ægkortana 2 á litlum nælum, affellingu hér, ægkort og auðvitað snúrukant líka hérna á langhliðinni. Þannig að nú er bara að bíða eftir hluta 2.